Hvað var aftur? Hvernig tilfinningi fyrir þessu næsta tímabili? Fyrir mig persónulega, það er auðvitað bara leitin að þeim 7. og hjá KR og mikill metnaður í Vesturbænum til að landa þeim 7. og ótrúlega mikilvægt fyrir liðið og framhaldið og klúbbinn að landa góðum þjálfari eins og Inga. Það var náttúrulega komið öllum mjög óvart að Finnur hafi látið af störfum og ánægði líka með hvernig bara klúbburinn tæklaði þetta. Það fór bara á stað og fóru strax í viðræði við menn og lönduðu Inga. Þannig að ég held að það hefði verið bara það fyrsta nafni sem kom upp í hugan á mönnum var Ingi Þór og frábært að ná að landa honum. Og svo í kjölfarið náttúrulega Kristó sem er risastór biti í þessu, eins og allir vita. Hann er leikmaður tímabilsins. Já, leikmaður tímabilsins og svona leikmaður sem gerir muninn, fattar að mig. Og með þessar 2 pósta sem eru að koma inn, það var eiginlega svona frekar basic ákvörðun að bara vilja halda áfram að spila. Og svo vonandi náum við bara að halda svipuðum leikmannahópi eins og við vorum með í fyrra. Ég veit að Bjössi og Pavel eru svona kannski þessi bitar sem við þurfum á að halda og vonandi taka þeir slaginn með okkur. Þó svo það sé eitthvað svona kannski ekki búið að skrifa undir samning við þá vona ég að það muni, að klúbburinn muni ganga frá því eitthvað á næstunni. Og já, þannig að við konum bara með basic. Sem þjálfari? Hvað segir þú? Hvernig líst þér á Inga sem? Inga sem þjálfari? Ég þekki náttúrulega Inga mjög vel. Við vinnum með honum í úlíkalandsliðum í yngreflokkunum í KR, 2 sinnum með meistaraflokki. Við vinnum titla með honum. Ingi er frábær þjálfari, hann er mjög liðsoriented, þenkjandi coach og leggur alla áherslu á það að liðið sé númer 1, 2 og 3. Þessi liðsheild sé gríðarlega sterk. Og þeir munu núna setjast niður og gera plan fyrir sumarið og undirbúa liðið eins vel og hægt er fyrir komandi sísón. Og ég veit að Ingi er rosalega metnaðarfullur og það er svona mikill neisti í honum að koma aftur í bæinn og koma aftur í KR. Og landa 4 ára samning er náttúrulega risastórt í klúbb eins og KR og hann er tilbúinn í það. Ég held að Ingi hafi þessi hvað segir maður, þessa persónu töfra og þetta eiginlega akkurat það sem okkur örugglega þarf, það sem við þurfum akkurat á þessum tímapunkti. Það eru margir búin að vera mjög lengi saman í KR-liðinu, þannig að það verið svona aðeins að það er smá flakkamönnum, Brilli farinn, Darri farinn og óskar þeim góðs gengis í því sem þeir eru að fara að gera. Og nú er bara nýtt uppaf í rauninni, sömu markmið, nýtt uppaf. Hver er staðan á þér? Þú náttúrulega endaðir tímabilið, þú var svona eitthvað meiddur. Það er langt og þetta er meiðsli sem þurfa bara hvíld. Ég hef náttúrulega ekki fengið hvíld í langan tíma, í mörg ár. Þannig að ég hef alltaf tekið þátt í þessum landslýsprógrammum alltaf á sumrin en það er langt í sísonið. Landslýsprógrammin núna er í júní, svo kemur júli, ágúst, september og við spilum ekki fyrir í október. Þannig að ég er bara laufléttur. Ég verð bara á rullinu og í tegjum og sjúkrahöfun og ekki æfingu ferð til Rússlands? Styrkja? Nei, akkurat ekki öll þessi ferðalög og vesen. Þannig að ég er bara skulda KR-ungunum það og hlakka til bara persónulega að taka heilt sísón með KR, ná undirbúningstímabilinu sem er mjög mikilvægt. Liðið ná að stilla saman strengi og við komum inn í sísónu á bara sömu blaðsíðu. Það er eitthvað sem að KR-liðið síðustu ár hefur ekkert getað framkvæmt af því að það eru margir í landsliðinu og þjálfarinn líka. Það er alltaf mikilvægt. Takk.